Bang. Við erum upp á Hengil. Það Hengill Ultra í dag og morgun. Og það einhver svona grindverk til þess að loka örugglega þessu svæði af. Ég ætla að koma mér upp á Hengilsvæðið áður en það gerist. Það er eiginlega að fara að drífa mig, þannig ég ætla ekki að tala allt of mikið við kameruna. En let's go. Ég er officially komin inn á Hengil Ultra trailið. Mér er ógeðslega heitt. Ég þarf að passa að hreyfa mig ekki allt of hratt. En ég þarf samt að passa að ég sé ekki eitthvað ógeðslega obvious. Þannig að ég ætla að labba hérna upp og ég ætla að reyna að filma eitthvað þegar ég er komin alla leiðina upp. Þegar ég er komin úr þessari brekku sem er erfiðasta brekkan. Ég er reyna að taka upp millileiðinni en við sjáum til. Vá, hvað er hlýtt úti. Það er geðveikt svæði, stoppaði svona, kælir mig. Þannig bílastæðið, ég er komin langt í burtu frá því. Bara upp fyrir hana, það eru basically góðir. Svo eru bara komin einhvers vel fyrir, ekki á slóðunum. Það eru bara good. Og ég sé ykkur uppi. Og ég er næstu komin upp. Ég er hættur að sjá bílinn minn. Það er þoka. Ekkert útsýni eins og venjulega. Ég hef kampað hérna tvisvar áður. Þannig að já, þetta er bara eins og veðrið er hérna venjulega sko. Ég veit ekki hvað fólk sem er eitthvað biðja eitthvað meira er að búast við sko. Þá er ég loksins komin upp. Hérna skiltið sem er á toppnum. Bendur nokkra það er þoka sem er geðveikt af því mér langar að fela mig. Þannig að mér finnst þetta æðislegt. Dalurinn er þarna, þetta er erfiðasti parturinn, þessi dalur þarna. Hann er alltaf erfiðastur. Þetta er ógeðslega bratt. Þannig að maður þarf svolítið bara að geyma orkunni sem það er svo maður getur haldið áfram hér. Maður má eiginlega ekki spengja sig þarna. En núna er tími til þess að labba aðeins hraðar. Veit ekki hversu langt ég ætla að fara. Ég held ég fari ekki að vörðuskækja alveg. Mér langar þess að dókstum ekki að gera. En það er staður sem ég veit af sem ég langar að kampa. Og ég fær líka gott útsýni fyrir, af fólkinu sem er að hlaupa. Þannig að ég held að verði mjög skemmtilegra. Þannig að ég ætla að fara að halda áfram. Núna sjáum við yfir Innstadal sem er hérna. Mér langar ógeðslega mikið að reyna að kampa þarna í sumar. Ég sá einhverja gera það síðast sumar, mér finnst það ógeðslega cool. Og svo er einhver svona hot springs og þarna líka. Mér langar ógeðslega mikið að fara þangað í sumar. Nú höldum við bara áfram. Ég er komin svona langt. Wow. Ég er mjög spenntur að sjá GPS-takið mitt. Skil alltaf vélinn eftir og svo sækja hana. Ég mun örugglega labba tvöfalt meira eða eitthvað með þessa vél. Hlustið. Það er ekkert hljóð. Það heyrir bara í vindinum, nokkrir fuglar og svo smá rigning. En ekkert annað. Fugl. Þetta er bara tómt. Það er enginn hérna. Ég er bara langt í burtu frá öllu. Bráðum kemur Hengill Ultra fólkið. En þetta finnst mér geggjað. Bara vera út í náttúrunni, engin hljóð, bara einhverjir fuglar, smá vindur og rigning. Bara jafnast ekkert á við þetta. Veðrið er smá byrjað að birta til hérna hinum megin í dalnum. En það er þokkarlega mikið ský hérna ennþá. Það er bara geggjað. Bara ég og hugsanir mínar. Ég bara labba. Ákveða hvað ég ætla að segja í næsta jappkasti. Eitt skrif í einu. Og svo bara ekkert ákveðið annað. Mér finnst þetta geðveikt. Þetta er geggjað. Þetta er bara geggjað. Svo líka það besta við rigningu, þegar það er rigning úti, er að mosinn verður ótrúlega grænn. Og það er bara svona, maður fær þetta ekki í neinu öðru veðri nema það sé nýbúið að rigna. En bara í rigningu þá er mosinn bara súper grænn.
þetta verður bara svona surreal, maður bara svona wow, ég ekki lengur bara á jörðinni, maður bara einhvers staðar. Það get ekki, þetta býr til svona feeling of isolation, bara svona einangrun frá öllum. Þetta ekki ekki. Miðað við færið hér, ég held að fæstir sé að fara að hlaupa þetta sko. Þetta ógeðslegt. Þetta disgusting. Holy. Ég svo betur fer í vatnsældum sokkum. Wow, ég held að ekki mikið þetta. Fuck. Shit. Já. Oj, barasta. Þetta er gott færi. Já, gangi ykkur vel í Hengil Ultra. Shit, þetta er ógeðslegt. Disgusting, man, what the fuck. Oj, bara. Oj, barasta. Já, hvernig er alveg hlaupt að ég vilji. Nú ég komin á staðinn þar sem ég tjaldaði síðast. Þetta er geðveikur staður til að tjalda, útsýnið hérna er klikkað ef það er ekki þoka. Eitt vandamál er að þetta er allt nála slóðunum. Þetta er fínn staðir, þeir eru svona veist alveg frekar vel að það sé ekki að fólk er að koma. En við vitum að fólk sé að fara að koma, þannig að ég ætla að reyna að vera aðeins lengri burtu frá slóðunum, af því að slóðun er bara hér við hliðina á og svo bara spot hér. Þannig að þetta er fínt svona overnight á venjulegum dögum, en ég ætla að reyna að finna betri stað. Ég veit að það eru betri staðir, þannig að ég var búinn að spotta einhverja nokkra í síðustu göngu. Núna er ég komin í svona hæð, þar sem að skíin held ég verða bara alltaf. Og ég held að pælingin sé annaðhvort að fara langt út af slóðunum eitthvað niður eða að reyna að fela mig í skíunum. Ég er ekki mjög hrifinn að reyna að fela mig í skíunum þegar skíin getur farið og þá náttúrulega bara sest ég. En ég þarf alveg að fara að setja upp tjaldviðbragðum og já, það er frekar bjart þarna og svo þegar maður kíkir ekki þarna það er þoka. Þannig að ég er að fara upp í þessa þoku. Ég ætla að fara að henda mér þangað. Sko, ég er að gæla við alveg bara svona mega góð hugmynd. Slóðin hérna er svona bara meðfram fjallinu og svo er bara bratt niður. Þannig að ég held að það er ógeðslega cool að vera, þú veist, sjá fólki hérna hlaupa, þú veist, að þau hlaupa í áttina sem ég er að labba núna. Að vera þarna niðri. Ég veit ekki hvort ég næ að sýna það. Ég er mögulega pæli að tjalda þarna. Ég ætla að labba aðeins meira til þess að sjá hvort það sé eitthvað betra. En þetta er definitely staður sem er ógeðslega góður kandidat. Og það er líka snjór þarna sem er ógeðslega gaman. En ég ætla að sjá til, ég ætla að labba aðeins lengra og ég ætla að sjá til hvort þetta sé best staðurinn. Þetta útsýni er þetta trillt. Það er að sjá þetta. Þetta er geðveikt. Vá, það er alveg gaman að labba þegar það er útsýni. Þetta er alveg flatur partur. Það er mögulega betri staður hérna. Ég ætla að reyna að sjá hvað það er hérna. Ok, þessi staður er með geggja potential en slóðin er hérna. Hann er bara að hérna og þú veist, ef ég væri með tjaldið mitt hérna þá væri ég svona, ég veit ekki, hérna einhvers staðar. Þú veist, ég geti verið hér, en slóðin er bara hérna, þetta er svona 3-4 metrar í besta falli. En þetta er sturlað útsýni. Þetta er mega potential fyrir campingspot sko, en ekki í dag. Ég ætla að fara aðeins áfram til þess að sjá hvað ég finn meira. Ok, ég fór aðeins lengra, sá alveg bara ekkert gott. Nú er komin ógeðslega mikið þoka. Ég sé valla neitt í kringum mig. Þannig ég ætla að reyna að fylgja bara stignum tilbaka og ég ætla að reyna að komast að þessum spot sem ég sá áðan. Það er samt geðveikt útsýni þarna. Ég gleymdi að taka myndir af því, en mér langaði ógeðslega mikið að campa þar. En það var bara engin góður staður sko. Þannig já, við ætlum að fara tilbaka og finna staðinn sem ég fann áðan. Ég held að það verði ógeðslega cool sko. Þannig að, sjáum til.
Ég held að ég sé loksins búinn að finna stað. Ég er að pæli að beila og fara þangað niður. Ég er eiginlega búinn að beila að fara þarna niður og þetta er svolítið langt. Ég fór bara niður svona smá grjóthrun þarna og jörðin er bara ógeðslega solid. Það er bara gras hérna og eitthvað. Ég held að þetta sé bara fullkomin place. Þetta er ógeðslega jafnt og ég er að pæli bara að pitcha hérna. Ég er ekki allt úr nálægt leiðinni. Ég held ég geti kamuflögt sem er allavega svona pínlítið. Já, cool. Ég held ég sé bara ógeðslega sattur. Bang! Tjaldið komið upp. Þetta er rock solid sko. Þetta er ekki neitt sko. Új, þetta er laust. Þannig að tjaldið komið upp. Ástæðan okkur ég snýri þessu svona er að því að mér finnst mesti vindur vera að koma hérna úr austri. Við sjáum bara til hvernig það gengur. Ég held að verði ekkert mikill vindur sko, þá bara verður mikil rigning. Þetta tjaldið var hanna fyrir það, þannig að ég er að pæli að henda kamuflage á það. Það er rosalega svona, það er rosalega augljóst. Þetta er rosalega augljóst. Já, ég hendi kannski kamu á það, ég veit ekki. Ég veit að ég nenni því. Ég held að nenni enginn að segja mér að fara. Geðu ykkur staðir samt. Mér langaði samt svo mikið að nota hitthúsinni. Það var bara trillt sko. En þetta er líka ógeðslega cute staður sko, til að tjalda. Þetta er bara rock solid sko. Herri, ég ætla að fara gera eitthvað, klukkan er verið 8. Ég held ég fara að ræsa bráðum í Hveragerði fyrir fyrsta sem er held ég 100 og eitthvað kilometra og það er hlaupið sem að kemur hingað. Ég er komin inn. Það er allt ógeðslega blautt. Ég er að fara að henda dýnunni og svo ætla ég bara að chilla. Það er ekkert netsamband en það, þannig ég get ekki sinni dúmskóla. Ég er bara að elda og fá mér eitthvað að borða og eitthvað. Ég er komin í my camp boots. Það er blautt. Frá GG Sport. Ég var alveg eftir að prófa þau en ég keypti þau fyrir eina ferð sem endaði ekki eins og hann átti að enda, þannig að þurfti ekki að halda. En þetta er þetta fullkomið í þetta. Það er alveg smá kalt. Það er rosa mikið gufa inni. Linsan er eiginlega bara fuckuð át. Ég ætla bara að fara að elda held ég. Bara núðlur eða eitthvað. Bara hafa kósí sko. Ég setti netið við tjaldið. Veit ekki hvort það gerir eitthvað sko, en það er þarna. Nú er ég bara að vona kominginn að henda mér í burtu. Eða koma í jarðskjálfti. Það er eiginlega meira hræddur að koma í jarðskjálfti. Ef það kemur í jarðskjálfti þá er ég farinn sko. Ég er ekki að fara að vera hérna. Þessi jarðhita sagði ég kemur í jarðskjálfti. Það keypti ég mér M&M's. Í kvöldmatinn er ég með Ali bacon pilsur og kartöflusalat. Það er my classic go-to svona camping junk food. Og það sem ég ætla að hafa núna er núðlur. Svo í morgumat á morgun sem ég vonandi mun hafa tækifæri til þess að borða hafragrautur. Þannig að ég held að það sé bara solid. Svo er smá kakó, just in case að mér langi kakó. Maður fer aldrei neitt í nenótilegunum með kakó. Þetta er nógu stöðugt að... Já, þannig að... Bara opnast. Bang! Új, ég er að segja hvað ekki ykkur grasi. Jep, nú ættum við að vera með soðið vatn á svona mínútu eða eitthvað sko. Ég er alveg mögulega að setja kryddið fyrr. Bara fyrst eða eitthvað. Új, ekki sjóður. Ég er að sjóður núna. Og núðlur. Ég held að það sé basically tilbúnar. Ég ætla bara að borða þær. Ég veit ekkert hvernig hlaupararnir koma. En það hlýtur nú að taka alveg ágætan tíma fyrir þá að koma. Við byrja að hlaupa held ég í Hveragerði, svo í gegnum Reykjadal, þaðan einhvern veginn upp hérna. Þeir eru hérna fyrir klukkan 1 eða 2 nótt eða eitthvað. Sjáum til.
Ég hlýt að heiði einhverjum. Herruðu, linsan er ennþá fucked up. Ég er búinn með núðurnar, mér er orðið pínu kalt, þannig að ég ætla að klukkan er líka orðið 9. Þannig að ég ætla að fara að setja upp sleeping setup mitt. Sleeping setup mitt er þessi dýna sem ég fekk í fallagóðanum. Já, þetta er ógeðslega næs undirlag fyrir venjulegar dýnur. Ég nota þetta sem undirlag, þetta er í rauninni sumardýna. Þessi, Nemo Tensor All Season úr Everest, geggjudýna. Fyrir hún ógeðslega mikið, ógeðslega lítill og ég held að arfvalið á henni sé 5,6 eða 5,4, manna ekki alveg. En hún er super nice, super góð. Sýningu svefnpoka minn á eftir þegar ég er búinn að henda þessu. Hér er ég með ekki Sea2 Summit, þetta er bara Sea2 Summit poki. Það er alltaf allt og heitt í honum sem að gera hann geggjaðan. Af því að það er yfirleitt betra að vera aðeins og heitt heldur en að vera aðeins og kalt. Þetta er Beautiful, ef ég get snúið rétt. Marmot, lithium minus 19. Lithium minus 19, 0 degrees, þannig að þetta er 0 degrees Fahrenheit poki. Það er geðveikt að sofa í þessum. Ég þarf valla að vera í ullar nærfötum þegar ég sefi í honum. Þannig ég er bara að fara í hann og fara að chilla eða eitthvað, maður veit ekki. Linsan er ennþá ógeðslega móðug. Ég er bara búinn að vera að chilla hérna, hita mig upp, ég er komin öll í blautu dótinu minni og bara ofan í svefnpoka minn og nú er liðið með tölvöld betur. Ég þurfti að fara að pissa á þann, það var ógeðslegt. Ég þurfti að fara í blautar buxur og pufferjakka minn bara til þess að halda rigningunni af mér. Nú er ég bara að fylgjast með live af því ég er með pínlítið internet, það svona droppar inn út. Þegar ég setti upp tjaldið þá var það 0 bars, nú var það 1 bar, áðan var það 3 bars. Ég er að fylgjast með fyrsta gæjanum, hann er komið lengst fram úr öllum. Númer 1, 2, 3, já, shout hann out. Hann heitir Tómas Aron Viggósson og hann er kominn bara næstuði af leiðinni niður úr það sem ég fór upp sem var, mér fannst erfiðasti partinn. Hann er kominn þar. Hann er ógeðslega ræður, ég ætla að segja að fara 10 km/klukkustund eða eitthvað. 10,54 km/klukkustund average speed. Það er crazy. Þannig að ég er að pæla í að vaka bara eftir honum og það er bara eitthvað, ég hef út fyrstur. Ég veit ekki, allavega að sjá hann. Ég ætla að reyna að taka hann upp þegar hann kemur. En þetta er spennandi. Þetta er bara, nú býðum við bara eftir honum. Það er bara búið að rigna og eitthvað. Það hætti sem dæla bara að rigna bara rétt eftir ég fór í tjaldið og svo byrja aftur að rigna. En já, ég er búinn að vera borðað M&M's. Fyrir næstu ferð þá ætla ég að vera með þurrt föðurland, þurr undirföt, bara eitthvað svona léttar buxur og léttan ból. Ég ætla að muna eftir því að sprauta jakkan minn, 3 jakkan minn að sprauta hann aftur. Hann er ekki toppspandandi Buxurnar eru fínar en jakkin er bara, hann er ekki að hrinda með þessu vatni Þú veist það hann bara sígur í þessu vatn, verður bara þungur og ógeðslegur og allur svitinn bara festist í honum innan í En já, ég fór úr öllu blautu fötunum þegar ég reyndi að fara í blautu fötunum í svefnpokann. Það var bara meiðist, ég gat ekki hita mig. Þannig ég bara hendi mér úr öllu og ég er bara í nærbuxunum og ég er reyndar í ullusokkunum af því að þeir eru ennþá þurrir sem er ógeðslega næs. Ég hef búinn að vera að fylgjast með þessi gæi, þessi 1, 2, 3 gæi. Hann er bara á leiðinu upp aftur. Er það að djóka? Þú veist, hann er að hlaupa upp. Þú veist, ég veit að hlaupa, en þú veist, hann er að gunna upp kaflan sem að ég fucking teka það hægt til þess að springa mig í. Ég elskar hvernig ég er með rétt nógu mikið net til þess að geta horta á þetta. Ná, hann verður örugglega kominn. What the fuck? Hann er kominn upp á skiltinu. Wow. Ok, það er ég ætla að fara aðeins og nýta baka. Það er að hýta með þessu upp Ég er að peppa með þessu upp, ég sjá hann. Ég er kominn úr tjaldinu í The Bare Essentials bara til að halda mig hýta. Þessi gæi er að gunningað. Ég var ekki að búast að fá fyrsta keppanda fyrir svona 12-1. En ég ætla að cheer hann áfram. Ég er komin upp, tjaldið mitt er það niðri. Ég hljóp upp, ég ætla niðri. Komið svo snemma. Það er ekki komið að það. Ok, við tökum smá hittenness check. Þú veist, það er enginn að fara að sjá þetta. Þú veist, í þokunni, þú ert að hlaupa eitthvað 100 kílómetra. Það er enginn að fara að sjá þetta. Þokan er alveg að fela mig, Þannig að mjánaði með það. Þetta verður geðveikt. Ég myndi að vera í þoku og vera bara hlaupa einhvers þar. Svo bara kemur einhver gæi út af þokunni og bara toppum.
Hörru, ég sé hann. Hann hann. Let's go! Númer 1! Let's go! Númer 1! Let's go, Thomas! Hann locked in, sko. Gæðin locked in. Þetta geðveikt. Þetta svo fucking hard sidecast, sko. Bara eitthvað. Það geðveikt, sko. Þetta það sem þú færið þegar þú tjaldar það. Þú færið það útsýni. Út í útsýni, sko. En já, hann var mjög glaður að sjá mig. Ég veit ekki hvað svona að vera eitthvað confused. Þetta var ógeðslega gaman. Týra áfram eitthvað fólk sem ég þekki ekki neitt. Postaði svo story, það ógeðslega gaman. Maður fer sko hingað upp hérna og svo meðfram brúnni. Nei, þetta mjög skemmtilega. Ég alveg frekar sáttur með að hafa ekki verið bara svona vinstri. Þetta svona nógu nálægt til þess að koma að týra það. Klukkan 12 eða eitthvað. Ég bara sitjandi fyrir fram tjaldið mitt. Bara horfa á útsýnið og mér ekkert eitthvað svakalega kalt. Mér byrjað að vera pínu kalt. Þannig að ég að pæla í að fara að hita mér eitthvað mat. Fara mögulega að reyna að sofa eitthvað. Fá einhverja smá hvíld allavega fyrir morgundaginn. Ég var að fatta að það eitt sem ég þarf eiginlega að gera á morgun. Þannig að ég þarf eiginlega að vakna svona kringum 5, byrja að pakka saman og fara niður. Það bara gaman. Þannig já, einmitt núna ég bara að njóta. Þetta bara geðveikt. Það einhverjir hlauparar að fara hérna upp og niður. Nei, fram til baka sig. Þannig að einhverjir af mér búin að vera að horfa á mig og ég bara crazy fólk, sko. Þetta bara, ég raunin þreytur. Þetta fólk var örugglega að vakna bara áðan, en þetta fallegt. Þetta ógeðslega fallegt. Sér þetta litla tjaldið maður. Það bara, ég elska þetta tjald, sko. Þetta svo mikið bara cool. Kósí hérna inni, bara kotti og svefnpoki og dýna og eitthvað. Þetta svo gaman. Ég þarf að wildcama meira. Þetta svo ógeðslega gaman. Stúpid gaman, sko. Heyrðu, nú eru nokkrir komnir fram hjá. Ég byrjað að grilla. Við erum með 3 pilsur. Við erum með kartöflusalati. Ég veit ekki hvort ég borði allar. Ég ætla bara að borða hann til verstaður. Ég held að verði bara super cozy. Það smá dimmt núna. Núna sé ég pínlítið eftir að ekki komið með þetta getur ljós. Það bara aftur á sig. Ég nota bara Símon ef ég þarf ljós. Við erum bara chillin. Við erum með Power, M&M fyrir Power fyrir mig og Powerbank fyrir Power á Símonum. Það komið bruna svo byrja svona maskín. Ég heyrði einhver að tala bara bara ó það eitthvað nýtt tjaldi. Ég ekki mjög covert. Ég veit ekki hvernig það verður þegar ég kem niður aftur. Það hérna, nei, það eitthvað komin nú. Nei. Let's go, það eitthvað uppi. Fýrum upp í grilluna þeir. Nú hljóta allir að koma núna. Með net. Nipp. 0 bars. Ég vil ekki sjá þetta. Það mér að koma eftir aftur. Það er svona að byrja að droppa inn og út eða það með. Já, það er ekki net, ég get ekki dúmskóla. Það var næs, ég hef ekki eins og mögulegan að dúmskóla. Bara sko þetta heilbrið þetta er. Maður er bara eitthvað, Símon, og svo bara eitthvað, æ nei. Það vantar netið í hann. Pilsur. Ég fór á Backrooms-myndina. Mér finnst hún mjög góð. Backrooms-myndin held ég svona fyrsta alvörinni góða hryllingsmyndin sem ég hef séð í mjög langa tíma. Allar hryllingsmyndir eru byggðar upp á einhverju svona lame shiti. Það þetta byggt upp á internet legend. Ég var alveg svona, þú veist, maður sá þetta svona, ok, internet legend. Þá hugsa maður, þú veist, strax náttúrulega bara eitthvað annarkvort þetta ógeðslega slæmmynd eða ógeðslega góð mynd. Mér fannst hún bara ógeðslega góð. Já, mér fannst sögubyggingin ógeðslega cool, mér fannst frumtakan ógeðslega góð og ég að bíða þar pilsunum minnar kóli bæði. Ég ekki bara svona ógeðslega heitar. Það alltaf svona sweet spot sem maður að finna ef maður elda mat og hita mat svona út í náttúrunni. Þannig yfirleitt aðeins og heitur til þess að geta borðað og maður þarf að bíða eftir hann verður svona akkurat hitastigi sem ógeðslega næs að borða. Það sem hann heitur en ekki ofheitur. Ef maður bíður á lengi þá verður hann kaldur. Og það er svona akkurat síðspotið sem maður er að leitast að. Já, ok, herru, ég komin í net. Hengill Ultra. Mention main story. Mér finnst það ekki ekki. Nú pínu kall. Það eins og kuldinn komið með þokunni. Nú alveg hefjið þoka yfir. Video. Hérna þið. Halló. Hérna. Nú sé ég bara valla eitthvað, sko. Hann camo netting. Ég mun örugglega henda því á áður en ég fer að sofa. Bara til þess að vera svona aðeins meira low-key. En... Új! Nei! Það ennþá í pottinum. Nei, ennþá í pennunni. Ég ætlaði að fara að fríka út, sko. Nú sé ég valla bara stíkunum frammi. Vá. Þetta svæði sturla. Ég hef alveg týnst. Ég held ég að vera ándjóks bara villtur í svona korter. Ég vissi ekki hvað var upp og hvað var niður og ég var byrjað að labba í villtu átt. Og það var svo weird af því að
Stíða að labba inn átt og ég bara þetta upp. Og svo þegar ég kíkt á loksins á símann minn, kíkti bara áttu þetta, af því ég var ekki með GPS á þeim tíma, þá var ég bara að labba þú veist suður, sem er náttúrulega bara frá toppnum. En mér langaði að fara bara topp. Það var alveg upplifun sko, að tínast í smá stund. Að maður hugsaði alltaf, þú veist, vá, hvað fólk að tínast upp á fjöllum, hversu mikil fáið þetta að vera til þess að tína upp á fjöllum. Bara fylgir reglunum. Svo bara kemur þoka og þú sér ekki neitt, þú sér ekki næstu ykkur. Og maður reynir að labba beint að henni, maður bara getur það ekki. Eða svo bara, maður finnir ekki næstu ykkur, maður er bara týnd, farin, púff. Ef þú veist svona sirka bara hvar þú ert, þá getur þú notað átt á þetta til þess að, þú veist, sjá, ok, þú veist, ég ætti að vera að fara í þessa átt. Þú veist, ef það labba upp á hengil, þá er svona pretty much norður, svona norðaustur, þú veist, það er upp og suðvestur, það er niður. Ef þú ert að labba í suðvestur, þá er klárt mál náttúrulega að setja leiðinni niður. Þannig að maður getur alveg notað átt á þetta til að sjá hvað maður er. En ímyndar að vera ekki með átt á þetta, ekki GPS, og vera bara í þoku. Það er örugglega bara crazy. Besti hluturinn er náttúrulega bara að vera kjur. Á life advice, ef þú ert týndur, eða týnd, I don't know. Ef þú ert eitthvað að því, þá er best að vera bara kjur. Vonandi ertu búin að segja einhverjum hvað þú ert og hvert þú ætlar að fara. Ef þú týnist, verður bara kjur. Ef einhver veit að þér, þú veist, verður kjur, sérstaklega ef þú týndir í þoku eða eitthvað. Býttu bara eftir að þokan fari. Ég gerði það ekki. Þá týndist ég meira. Ég hef bara þetta vipp út aftur þetta strax. Heyrðu, ég ætla að ganga frá pottanum mínum, hætta að jappa. Þeir að fá frítt jappkast bara hérna. Ég er búinn að ég ætla að skila 3 pylsur eftir. En já, ég ætla að pakka saman og ég sé hvað þið er búin að. Jó, ég kom inn í svefnpokann. Ég er svona tvístöðandi hvort ég nenni að taka mér braut af föðurlandið. Það er samt ekkert eitthvað rosa blautt. Ég held ég heyri ennþá fólk hlaupandi uppi fyrir ofan mig sem bara geggjað. Það er fucking sturlað sko hvað fólk er að gera. Fyrsti gæinn sem ég heilsaði, hann er ekki alveg ennþá kominn í Hveragerði. Hann er að verða kominn í Hveragerði aftur sem að því hann fyrir að snúa við bráðum. Ég ætla að slaka ljósinn. Svo með vekjara klukkan 5. Jó. Klukkan er 5. Ég svafi svona hálftíma klukkutíma max. Ekki alveg besti svefninn, það er líka ógeðslega bjart. En mér er hlýtt, mér er ógeðslega hlýtt. Fór úr föðurlandinu, þegar það var mér bara ógeðslega hlýtt. Sem var bara geggjað. Nú þarf ég að fara aftur í föðurlandið, það er blautt sko. Núna, svo er við ragnaði mér, það er alltaf enn blautt. Ég er alltaf að vakna þér, eða þú veist, ég er búinn að vera vakandi svona on-off, eða nátt. Eða þú veist, alltaf nátt, ég var svo 1 eða eitthvað. Hlauparinn sem ég hvatti áfram er að koma aftur. Herra já, ég hefði komið tíma að klæða mig og tala um hvernig ég er búinn að klæða mig. Það eru geggjað. Ég hef komið með næst í allt út í tjaldinu. Þannig að ég þarf bara að pakka niður nokkuð hlutum og pakka niður í tjaldinu. Jó. Síminn dó. Þannig að ég get ekki trakka hana gæðan einhver. Þannig að ég þarf bara að nota myndavélina til að taka vídeó á honum. Ég ætla að ná honum. Ég er basically búinn að ganga frá tjaldinu, þannig að verði í því. Þannig að þú veist, það verður ekkert mál að henda í niður. Þannig að ég ætla bara að chilla hérna í bétunum. Og meðan getur við tjekkað á þessari þoku. Þetta er alveg nokkuð sturlað sko. Já, ég fíla þetta, þetta er geðveikt. Vel fucking gert. Let's go. Ég veit ekki með það, en ég er svona held hann sé pínu þreyttur. Veit ekki af hverju. Crazy. Nei, þetta er samt fucking sturlað sko. Það er ekki labba hann niður. Hann er bara að taka 2 hringi. Það er crazy. Þetta er hringur með 2 hjá honum. Það er crazy. Ok, ég ætla að pakka saman hérna. Komið í bakpokann aftur. Maður á aldrei skilja þetta eftir. Þannig að ég er bara að sjá hvort að ég sé að skilja hvað eftir. Það er ekki drusl. Leave no trace. Þegar maður er að wildcampa, maður á bara virðingu fyrir einhverjunu. Leave no trace. En það er bara svona, já, þú veist. Það veit enginn að ég var að bang. Ég veit ekki hversu mikið ég teki upp á leiðin tilbaka. Ég mun örugglega taka upp þegar ég mæti einhverjum. Það er örugglega næsta sem ég muni sjá. Þetta er spotted. Ég er ennþá á leiðin niður. Linsan er hella fucked. Ég er ennþá leiðin niður. Surprise, surprise. Og útsýnið er
neitt sko. Það enginn hérna. Gæinn langt fram við öllum sko. Bílun. Ég var að mæta fyrsta gæðinum á eftir fyrsta gæðinum. Þannig að þessi gæði nr. 2. Svo byrja ég að hitta miklu fleira fólki núna. Stutt update. Ég er komin aftur að skiltinu sem að er fyrir ofan brattabrettin. Þannig ég var basically bara eftir hann niður. Ég er búinn að mæta svona 3 held ég. Ég er ógeðslega spenntur að komast í bílinn minn. Það er ennþá rigna. Það snjóar alltaf svona pínu. Maður sér svona hvít koll lenda á jörðinni. Þannig að þetta er gaman. Eitt létt update. Ég sé bílinn minn. Hann er þarna niðri, ég veit ekki hvort ég sjá hann. Hann er þarna, ég sé hann. Það er alltaf gaman að sjá bílinn eftir svona ferðir. Þetta er gaman, en þetta er bara svo... Núna getum við að fara með preppa næstu. Hell yeah. Bílinn minn. Sem ég sé bílinn minn. Það er svona... Bang. Kominn tími til að henda símanum í hleðslu. Wow. Cool. Geðveikt. Kominn bílinn. Takk fyrir að horfa og ég sé ykkur næsta.